Nú ætlum við að halda áfram með hyrninga og hringi. Þegar við erum beðin að reikna lengd boga eða flatarmál hringeyra, þá skiptir ekki öllu máli hvort við erum að reikna. Boginn er sem sagt vegalengdin frá A í B. Flatarmál hringeyrans er þessi pizzasneið eða kaka sem er hér. Við erum alltaf að vinna með hlutfall af hringnum. Og boginn er ekkert annað en partur af ummáli hringsins. Og við þurfum að muna að ummál er þvermál sinnum pí og þvermálið hér er 2 sinnum geislinn. Geislinn er 4 og þar af leiðandi er ummálið 8 sinnum pí. En ég er ekki með allan hringinn. Ég er með 70 gráður af 360 og þá margfalda ég með því hlutfalli. Þið munið að prósentur eru hluti deilt með heild. Hérna fæ ég raun tugabrótið í prósentum. En ég má nota það beint inn í margfölduna, þannig að ég ætla ekki að breyta því í prósentur. Það flækir málið bara. Og þetta slægi bara inn í vasareikni og fæ út úr þessu 4,89 cm. Nákvæmlega eins með flatarmálið. Flatarmálið var geislinn í örveldi sinnum pí. Geislinn er 4 í öðru sinnum pí. Og aftur margfalda ég með hlutfallinu. Ég er alltaf með 360 gráður undir strikinu, alveg sama hvað. Nei, ég er með hring og svo er ég með hornið sem ég er að vinna með upp á strikinu. Aftur er þetta bara vasareiknisvinna og ég fæ 9,77 cm í öðru þar sem þetta er flatarmál. Og ég er búinn. Og þá er þessu bara lokið.